Og svo voru læknateymið að hitta fjölskylduna núna á 50 var og það kemur í ljós að hún með krabbamein bara allan líkamann og þau gefa henni 3-6 mánuði á lífi. Þannig að hún samt ekkert ósátt. Hún tilbúin að fara. En þetta náttúrulega gríðarlega erfitt eins og gefur að skilja. Halleluja. Gott að sjá þig, Sæþór. Amen. Halleluja. Þannig að það gott að geta komið fram með bænarefni. Eru fleiri með svona bænarefni sem á hjarta ykkar sem þið viljið bara gefa drottni hér í dag? Maður sé hönd á lofti. Já, mörg bænarefni. Ég líka með mörg önnur bænarefni og það eru Guðrún líka hérna. Hún upp á spítala og Óli sem eru venjulega í eldhúsinu að hjálpa okkur. Það bara, það virðist vera margir sem að gangi í gegnum erfiðleika. En Guð þekkir öll þessi bænarefni. Inga Laila, alveg rétt, hún inni á spítala. Hún það eitthvað sýking í leginu, hún nýbúin að eignast barn og það eitthvað ekki alveg eins og það á að vera, þannig að biðjum fyrir henni. Jóhann og Rúnar voru með nýfætta drenginn á milli sín í nótt, þannig að það var lítið sofið. En þvílík blessun þessi börn, dásamlega, Guð með hana og barnið og fjölskylduna í sinni hendi. Mér langar til þess að fá alla til þess að koma hérna fram og biðja örlítið, enn og aftur. Við erum búin að biðja mikið hér í dag, en það nefnilega málið, það aldrei of mikið. Biðjum fyrir þessi bænaröfnum og biðjum fyrir orðinu sem að verið tala hér á eftir. Ég ætla ekki að vera langorð, hafði engar áhyggjur. Nei, gott. Amen. Rísum á fætur. Jesús minn, ég þakka þér, Jesús. Ég þakka þér. Ég þakka þér, Jesús, fyrir að náð og miskunn við fáum að koma hér saman í dag og eiga samfélag við hvort annað og fá að upplifa þig og nærveru þína, Jesús. Þú segir þessi 2 eða 3 samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Jesús. Og ég veit að þú gengur hér og ert að snerta fólk og þeir sem eru að horfa á netinu. Þú ert allstaðar, þú ert allt í öllu, þú ert allstaðar, Jesús. Það ekki bundið við neitt stað eða stund þar sem þú getur ekki komið inn og snert og verið dýrlegur, heilagi Faðir minn. Ég legg öll bænarefni þína hendur og ég legg Sibbu þína hendur og bið að smyrja hana þegar hún talar þitt heila orð. Ég veit að það að þér gefið til að mæta okkur og vera okkur uppbygging og til hvatningar á göngunni með þér, til að gefa okkur nýja opinberun, nýja sýn, nýja þrótt og nýja kraft, heilagi Faðir. Ég legg allt í þína hendur. Þeir sem eru sjúkir hvort sem það á andasáli eða líkama, þú ert þess megnugur að geta mætt og gefið sigur og lækningu í Jesús. Við leggjum allt í þína heilegu hendur, þú átt allt, þín öll dýr vegsemd og heiður og við munum það á öllum okkar vegum að gefa þér öll lof og dýrði í Jesú heilaga nafni. Amen. Takk, Jesús. Halleluja. Og allir liðinni sagði. Amen. Takk, Jesús. Ég svo spennti við því sem að Guð að gera í kirkjun okkar. Það einhver eldur að byrja að brenna og loga og ég finna að Guð vill setja okkur frjáls. Guð vill gefa okkur hennan eld sem ekki bara fyrir okkur heldur smitar út frá sér. Viljum við ekki eld sem smitar út frá sér? Halleluja, viljum við ekki kirkju í eldi? Takk, Jesús. Vitið það, ég hef prófað að vera kristin í eldi. Ég hef líka prófað að vera kristin ekki svo mikið í eldi og ég get bara sagt ykkur það. Það ekki einu sinni hægt að bera þetta saman. Vitið það, vera í eldi og vera svona brennandi í trúnni, það bara, það eins og gerist eitthvað innan með okkur og allt í henni allt mögulegt og við þurfum að hugsa andlega alla hluti. Ekki bara á samkomum heldur alla hluti alltaf. Og ég finn að Guð að kveikja svona eld í kirkju sinni. En við höfum talað það aftur og aftur og aftur. Eldur Guðs þannig að hann logar og brennur en við þurfum að opna fyrir hann. Við þurfum að vera þessi eldi viður. Við þurfum að vera þessi fórn og altari Guð sem að leyfir Guð að brenna eld sinni í okkur. Ekki satt. Þannig að þetta stendur allt hjá okkur sjálfum. Og það talað og ég búin að minnast á þetta svo oft áður á
á síðustu tímum að þá það þannig að kærleikurinn mun kólna. Þess vegna svo mikilvægt, vinir, að við glæðum eld kærleikans. Að við glæðum eld kærleikans, hann slokni ekki. Leið og við erum bara heima í hægjendum okkar, hættum að vera andum, þið vitið, nágrann okkar, önnur kristin systkin eða þau sem ekki kristin, sem að við vitum að þurfa Jesú að halda, leið og við erum komin á þann stað, þá erum við í hættu. Og við viljum ekki vera þar, við viljum að Guð brenni þennan eld inn í okkur, þannig að kærleikur hans slokni aldrei. Má ég heyra með hann? Halleluja. Eitt af því sem að óvinurinn gerir, óvinurinn getur verið rödd innan með okkur, óvinurinn nota alls kyns taktík til þess að hafa áhrif á okkur og nútralisera kirkjuna, gera hana óvirka. Ég man að ég heyrði einu sinni predikun fyrir mörgum ári síðan. Það var mann sem var alltaf að biðja Guð að nota sig. Hann bað okkur einasta degi, Drottinn notaði mig, notaði mig, notaði mig. Og ég hef svo sannarlega beðið Guð að nota mig. En þessi maður bað okkur einasta degi, notaði mig, notaði mig, notaði mig. Svo leið tíminn. Svo beið tíminn. Hann var 30, hann var 40, hann var 50, hann var 60 og hann hélt áfram að biðja Drottinn notaði mig. Og hann var orðinn að gömlum manni þegar hann áttaði sig á því að Guð vildi nota hann allan þennan tíma. Við erum alltaf að bíða eftir því að hlutirnir verði eitthvað fullkomnir. Að við þurfum að vera fullkomin til þess að þjóna Guði. Og það, vinir, einfaldlega ekki rétt. Því að það engin maður fullkomin. Kannski sem betur fer. Því að í ófullkomleika okkar, hvað gerum við? Hvað eigum við að gera? Við þurfum að treysta Guði. Við þurfum að reiða okkur að hann. Ekki okkur sjálf. Þannig að vinir, ef þið að biðja Drottinum og nota ykkur, þá langar mig til þess að koma með sign. This is it. Þetta sænið. Guð vil nota þið núna. Guð vil ekki nota þið eftir 10 ára eða 15 ára. Jú, klálega vil hann nota þið líka þá. En hann vil nota þið núna. Og það lykilatriði. Það engin fullkomin tími. Þetta eins og eiga barn. Til fullkomin tími til þess að eiga barn? Nei. Þau yfirleitt alltaf slys. Nei, ég segi svona. Þau náttúrulega alltaf velkomin. En það engin fullkomin tími. En þau alltaf blessun. Þau alltaf blessun. Má ég heyra með. Mér finnst rosa gott. Þeir sem að koma inn í kannski fyrsta skipti að horfa á mig. Ég segi alltaf, má ég heyra. Ég vil að þið svari mér. Verðið reyndar alltaf sammála mér en svariði mér. Það svo gott þegar maður að predika og það predikun þýðir krafa og ansvar. Það bara tölum við saman. Þess vegna ég alltaf á fremsta bekk, ég og Jóhanna, við erum alveg já, þetta gott. Það mikið gert grín á okkur. En ég vil hafa það þannig. Ég vil að það sé líf í salnum. Þannig að talið við mig. Amen. Í fyrra Korinthubrefi 10:7 þá stendur svo takk fyrir Róli. Þið horfið hið ytra. Ef einhver treystir því hans í Kristi, þá hyggja hann betur að og sjái að eins og hann Krist, þannig ég það einnig. Jafnvel þótt ég vildi hrósa mér í frekara lagi af valdi mínu sem Drottinn hefur gefið til að byggja ykkur upp, en ekki til að rífa ykkur niður, þá yrði ég mér ekki til skammar. Þetta Páll. Hann dásamlegur. Hann mjög svona, þið vitið, beittur. Ekki má líta svo út sem ég vilji hræða ykkur með bréfunum. Mjög beittur. Bréfin, segja menn, eru þung og ströng, en sjálfur hann lítill fyrir mann að sjá og enginn tekur mark á ræðans. Þetta svolítið töf. Við verðum að lesa þetta aftur. Þetta Páll að tala. Páll var mjög andlegur maður. Bréfin, segja menn, eru þung og ströng, en sjálfur hann lítill fyrir mann að sjá og enginn tekur mark á ræðans.
Þetta Páll að skrifa bréf til Korintumanna. Meira þess að Páll var í þessari sömu stöðu og þessi maður forðum dagar sem að talaði drottinn notaði mig. Nema hvað hann steig út á vatnið og leyfði Guð að nota sig. Og hvað gerðist? Hvað gerðist þegar Páll steig út og fór að tala ritninguna? Þegar hann fór að skrifa þessi bréf. Og þessi bréf, vitið það, þetta bara, hann skrifaði 30% ef ekki meira af Nýja testamentinu. Þessi maður var gefinn Guði. Hann var magnaður maður, magnaður einstaklingur sem lét til sín taka því að Guð kallaði hann til þess að hafa áhrif á allar þjóðirnar í kring. Hann var kallaður til þess að boða fagnaðareinindi til heiðingjana. Hann var kallaður til þess að draga allar þjóðir í það að vera lærisveinar Jesú. Og þetta var magnaður maður. En meira segja hann var fyrir gríðarlegri gagnrýni. Þarna Páll að skrifa bréf til Korintumanna. Því þeir hafðu fengið fullt af predikurinn til þess að koma og það var verið að tala illa greinilega Páll. Hann var að skrifa mögnu bréf og hafði svo sannarlega áhrif á kirkjuna, en mörgum fannst lítið til hans koma. Mörgum fannst lítið til orða hans koma. Þegar hann mætti á svæðið, he was unimpressive. Hann var ekki merkilegur á að sjá. Það voru til fullt af fleiri, betri, magnaðri predikum sem fólk elskaði. Apollo var þar á meðal. Hann talaði þannig að fólkið hreifst með. Það fór inn í predikunni og það elskaði að hlusta Apollo að tala því hann hafði einhverja sérstaka smörningu. En vinir, Páll hafði það líka. Páll hafði það líka. Það svo athyglisvert. Ég stundum horfa á svona myndir, bíómyndir í sjónvarpinu og ég elska sérstaka tegund af bíómyndum. Það eru svo uppskriftamyndir. Það eru þessar myndir þar sem að aðalpersonan byrjar sem eitthvað svona lúser í myndinni. Kannist þið við myndirnar? Algjör lúser, algjör svona undir underdog og ég ekki alveg með þetta. Eða bara alls ekki. Svo verður allt í henni eitthvað moment í myndinni. Og hún fær allt í henni opinberun á það býtu hver hún er. Hlustið á mig, vinir. Hún fær allt í henni opinberun á því hver hún er. Og allt í einu í myndinni fer allt að ganga henni í hag. Já, ég er þessi einfalda típa. Ég elska uppskriftamyndir. Þetta er nefnilega geggjaðar myndir. Og það sem ég sé í þessum myndum að þetta er nákvæmlega. Þetta er svo guðlegt. Og það vinir, Guð notar ófullkomið fólk. Hann notar fólk með allskyns vandamál, með alls konar bakgrunn, með alls konar vandamál. Það er sagt hér í bréfinu, hann er að tala til Korintumann og hann segir, þið horfið á útlit. En það er meira fyrir mig en það sem að þið eru að sjá hér og nú. Og vinir, ég er ekki bara þetta sem þið sjáu hér. Það eru alls konar layers hérna í gangi. Það getur vel verið að ég sé ekki besti predikar í heimi og ég er bara mjög langt frá því. Svo uppurandi. Ég er ekki endilega besti forstöðumaður í heimi, ég er reyndar mjög langt frá því. En ég er samt kölluð á Guði. Ég er samt kölluð á Guði. Þú ert samt kallaður á Guði. Og það sem að Guð er að leita að vinir, það er ekki endilega þeir sem eru flottastir á pappír. Það eru þeir sem eru með hjartalag sem honum líkar. Halleluja, hjartalag sem er tilbúin að auðmýkja sig fyrir vilja Guðs. Vinir, vitið það þeir sem eru rosa flottir á pappírum, það er æðislegt. En Guð leitar að hjartalagi. Og sem betur fer að þá lét Páll ekki
Þetta kvapp sem hann hafði greinilega heyrt, þannig að hann skrifaði það í bréfin sín. Hann lét það ekki hafa áhrif á sig. Hann sagði, jú, ég er kannski ekki mikið fyrir menn að sjá, en ég er það sem ég er. Og mér langar til að minna þig á að þú ert það sem að þú ert. Allur þinn bakgrunn, hvort sem hann er brotinn eða ekki, getur Guð notað. Og láttu engan gera lítið úr köllum Guðs sem er á lífið þínu. Vandinn er sá, vinir, að við erum ekki eins og Páll. Við erum ekki djörf þegar við eigum að vera djörf. Þegar Guð hefur sett köllun á líf okkar, þá á enginn að geta staðið gegn því. Það er ekki út af því að ég er svo klár eða ég er svo frábær. Það er út af því að Guð hefur gefið mér kraft. Guð hefur gefið mér ákveðið vald og ég ætla ekki að láta það verða til einskis. Ég ætla að stíga fram í því. Og ég trúi því, vinir, að Guð er að kalla kirkju sem er tilbúin að láta allar þessar raddir. Hvort sem að það eru hér eða hér hafa áhrif á sig. Guð vill kirkju í krafti, ekki kirkju sem er full af ykkur ég get ekki. Þetta er ekkert spurning um mig. Þetta er ekki spurning um þig, þetta er spurning um hann. Þetta er spurning um hvað hann er stór og hvað hann er mikill. Má ég heyra með hann? Halleluja. Þannig að kirkja í krafti er kirkja sem tekur stöðu sína og er það sem að Guð hefur kallað hana til þess að vera. Og vitið það er öfug. Það er öfug auðmýkt, öfug, að sitja bara í stólnum hjá sér og segja, ég er ekki nógu góður. Guð getur aldrei notað mig. Ég ætla bara að segja þér það, þú verður aldrei algjörlega nógu góður. Og leiðilegt að segja þetta á kristilegri samkomu þar sem við erum að byggja fólku upp en það er staðreynd. Við verðum aldrei fullkomin. Þess vegna finnst mér svo frábært eins og með Gunnar. Þegar hann tekur bara, herðu, ég bara finn mig kallaðan til þess að vera hérna með samkomur, Bjössi, vitið það, ekki bíða eftir neinu. Takið upp kyndilinn og berið hann hátt. Takið upp kyndilinn og berið hann hátt. Má ég heyra með hann? Amen. Vá, ég finn eld hér í dag. Ég er búin að vera að gera svo mikið súlandirsvipin helgina. Við ekki súlandirsvipin, það er eitthvað viðinasvip. Allavega, höldum hérna á það, áfram. Sá sem slíkt segir, festi það í huga sér, að eins og ég tala til ykkar fjarstættum í brefum, þannig muni koma fram þegar hjá ykkur. Hann í rauninni fyrir að hasta fólkið sem er að tala í gegn því að hann gerir það sem hann á að vera að gera. Og við myndum halda, já, svolítið kræfur. Svolítið hrókafullur hana, Páll. Fór hann ekki aðeins yfir strikið? Nei. Því að Guð yðrast hvorki náðargefa sinnar né köllunar. Þannig er það. Þannig að þegar við stígum ekki fram og erum ekki að gera það sem við eigum að vera að gera, þá erum við röng. Þannig að mér langar að segja ykkur í dag, Guð leitar í hjartalagi og það sem að ég elska við þessa kirkju, það er þetta rísa hjarta. Það sem ég elska við þessa kirkju er þetta hjarta. Þessi endalausi kærleikur. Fólk hérna byggir hvort annan, við sullum frá okkur alls konar kærleika og ég elska það. Ég elska þegar fólk kemur inn að þá er tekið utan það. Fólki er fagnað. Og vitið það, kirkjan þarf að vera staður þar sem að fólki er fagnað. Þegar við höfum oft byggt upp einhvers konar þröskuld í kirkjunni. Margar kirkjur segja, þú þarft að verða svona til þess að geta tilheyrt þessi kirkju. Ég segi það er bull og það er þvaður. Biblían talar komdu nákvæmlega eins og þú ert. Og staðreyndin er svo að þegar við tilheyrum, þegar við vitum hverjum við tilheyrum, þá fyrir að stað þetta breytingaferli sem er einmitt það sem að Guð er að leita að. Halleluja, þá fyrir við að koma með þessa ávexti sem við eigum að vera að koma með. Ég er að segja við ykkur, krakkar,
Þegar börnin koma fram fyrir mig, þá koma þau ekki fram fyrir okkur alla í neinum ótta. Þau eru stundu svo óbúslega frek. Hulda mér að dóttir mín, hún sagði, mamma, getum við eitthvað tíma leigt þyrlu? Ég langar svo að ferðast í þyrlu. Ég sagði náttúrulega, nei, það er ekki að fara að gerast, við eigum ekki peninga fyrir slíku. En það sem ég er að meina, að þegar við tilheyrum, þegar við vitum hvers við erum, þá komum við fram fyrir Guð í djörfung. Við förum að hafa okkur allt öðruvísi, út af því við vitum hverra manna við erum. Við hættum að vera hrædd við Guð. Ég eyddi svo ofboðslega stórum part af minni ævi að vera skíthrædd við Guð. Mér fannst hann alltaf vilja bara einhvern veginn vera að fara að refsa mér. Ég var alltaf svo óttaslegin að hann vildi refsa mér. En ég fekk opinberun fyrir cirka 18 ári síðan, þá fekk ég opinberun kærleika Guðs. Og ég get sagt ykkur að við þá opinberun, þá breytist allt í mínu lífi. Þannig að vinir, ef þið náið einhverju hér í dag, náið þið þessu. Þið eruð elskuð. Þið eruð elskuð nákvæmlega eins og þið eruð. Og þið eru nóg. Eruð þið fullkomin? Nei, að sjálfsögðu ekki. Ekki ég heldur. En það sem að Drottinn hefur lofað er að sá sem hefur hafið í ykkur góða verkið, hann mun og fullkomna það. Hann mun fullkomna það. Hann mun fullkomna það. Þetta snýst að vera í tengingu við Drottinn. Þetta snýst að vera í tengingu við Drottinn okkar og frelsara. Má ég heyra með henn. Halleluja. Mér finnst svo magnað að Páll skildi hafa orð á þessu. Að Páll skildi vera í þessum hugreiningum. Hann myndist ekki bara á þetta í þessum kafla, hann talar þetta kaflanum líka þar á eftir. Hugsa ykkur, fyrir 2000 ári síðan, þá var Páll að fara í gegnum sömu hugreiningar og við erum að fara í gegnum í dag. Spurninguna, erum við nóg? Spurninguna, getur Guð notað okkur? Spurninguna, hvernig getur við verið farvegur fyrir blessum Guðs? Staðreyndin er svo, krakkar, að Guð notar alveg magnað, óvenjulegt fólk. Halleluja. Hann notar óvenjulegt fólk. Takk, Jesús. Ég ætla að nefna nokkur dæmi. Halleluja. Ég er bara búin að týna því. Æðislegt. Halleluja. Jóhanna, viltu biðja? Menn ég finn þetta. Það er svo mikið nærvera henni. Guð er að starfa hér og nú. Þessi sangum er búin að vera að við finnum þetta. Má ég sjá hver ég finn þetta? Andi Guðs er svo ljúfur í henni. Heilagur, að ég þakka þér fyrir að þú ert sannur. Þú ert sannur, heilagur. Og ég þakka þér fyrir að hverjum einasta degi þá fáum við að hafa þig með í lífinu. Á hverjum einasta degi þegar við vöknum, þegar við rísum á fætur og tökum andardráttinn og segjum takk fyrir að leyfa mér að gera aðeins betur í dag heldur en í gær. Takk fyrir að veita mér tækifæri á að gera betur og komast nær þér. Hann er svo góður. Hann er svo góður og það er svo margir innan sem er að finna Guð, ekki bara í fyrsta skiptið heldur aftur. Og það eru sumir innan sem er að finna Guð í fyrsta skiptið og þau veit ekki alveg hvað þetta er, en leyfðu bara Guð að koma inn. Leyfðu þessari tilfinningu að koma. Drottinn, ég þakka þér fyrir og ég þakka þér fyrir þessa predikun, Drottinn mín, af því að hún er að snerta við mörgum hjörtum. Takk, Jesú. Tilbúin. Ég vil ekki viðurkenna það, en ég þarf augljóslega á gleraugum að halda. Ég skal reyna að vera búin að útvega með þau næst þegar ég predika. Halleluja. En hérna kemur þetta. Já, elskan mín. Sterkast niðri. Vá, hvernig er þetta? Er þetta allt í lagi? Takk fyrir. Guð velur ekki augljósu kandidatana. Hann gerir það ekki. Halleluja.
Við vitum það, hann valdi mig. Ekki augljósa kandidatinn. Ekki endilega flottasta fólki á pappirum. Nói var drykkfelldur. Hann átti við vandamál að stríða. Hann var það. Tökum það bara alveg eins og það er. Abraham var allt og gamall. Hann var alveg komin way past his prime. Davíð, ó hjálp. Hvar eigum við að byrja? Davíð. Halldór talaði það síðast. Það var ekki eitt boðorð sem að Davíð braut ekki mörgu sinnum. Davíð var rosalegur. En hvað hafði Davíð? Hann hafði hjarta. Hann hafði hjarta. Móse. Ó, þessi mikli leiðtogi. Hann gat ekki staðið fyrir fram að fólk út en hann stamaði svo mikið. Sem betur þegar er ég ekki með það vandamál. Ég stama ekki. En Guð notaði Móse. Guð notar Móse. Gídeon er til maður í Biblíunum með meira brotna sjálfsmynd. Hann var bara pínu lítill, hrikalega hræddur, dauðskelkaður. Og hann sagði, Drottinn, ég er ekki bara minnstur í minni ættkvísl. Mín ættkvísl er minnst og aumingilegust af þeim öllum. Hann notaði Gídeon. Takk, Jesús. Rahab. Vinir. Rahab var vændiskona. En hún kom fram vilja Guðs með þeim hætti sem að engin annar gat. Hún hleypti njósnamönnunum inn í borgina. Vinir, Guð notar fólk með hjarta. Og ég vil minna þig á, hér inni er fólk með hjarta. Það er það sem að mestu máli skiptir. Ég er alveg hrifin af prófgráðum. Ég hef staðið mig mjög vel í skóla. En það sem að lífið hefur skilið eftir hjá mér, fólkið sem hefur snert mitt líf, er fólk sem hefur hjarta. Ég vil hafa fólk í kringum mig sem hefur hjarta. Bæði til að segja mig sannleikann og eins til að hvetja mig áfram. Halleluja. Og þessi kirkja er kölluð til að hvetja fólk áfram. Til að sjá möguleikana sem Guð hefur sett inn í líf fólks. Og vinir, það eru endalausi möguleikar hérna. Hópurinn sem hér er inn í dag getur svo auðveldlega sett þetta á land og hvolf. Ef hann tekur sér taki. Ef við göngum inn í það sem við erum kölluð til að ganga inn í. Halleluja. Við þurfum að vera eins og Páll. Við þurfum að vita hver við erum. Hverra manna ert þú? Á hverjum einasta degi þegar við horfumst í augu við kringumstæður okkar, þá þurfum við að segja okkur, ég er ekki mín eigin, ég er dýru verði keypt. Hann er með mér. Þessar kringumstæður eru ekkert fyrir Drottni. Meiri sá sem í mér er heldur en sá sem er í heiminum. Við þurfum að fara að tala við risana fyrir framan okkur. Kirkjan þarf að rísa upp og hún þarf að tala orð Guðs. Ritað er. Og það eru mjög margir, finn ég, sem er í ákveðnum fæðingarhríðum á því sem að Guð vill gera. Og mér langar til þess að minna ykkur á að þegar Jesú var í sínum fæðingarhríðum að fara að ganga inn í þá köllun sem að Guð hafði á hans lífi, faðir hans á himnum, þessi 3,5 ár, þá þurfti hann að fara inn í eyðimörkina. Hann var líka reyndur. Hvernig svaraði Jesú eyðimörkinni? Hvernig svaraði hann óvinnunum í eyðimörkinni? Hann sagði, ritað er. Ritað er. Ég er meir en sigurvegari, ritað er. Maður borðar ekki bara brauð, heldur hverju því orðið sem framgengur að munni Drottins. Ritað er. Og vinir, þegar við förum að tala og þegar við förum að framganga í það sem að Guð hefur sagt og Guð hefur sagt, halleluja. Í Rómarabrauðinu 8. kapla, 38. versi, þá stendur, því ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hafði né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, Drottni vorum. Aftur Páll að tala
Og ég alveg sannfærð það, þegar Páll var að skrifa bréfin sín, þá var hann ekki síst að skrifa þau fyrir sig sjálfan. Hann var að minna sig á hver Guð Og ég að segja við ykkur, þegar við áttum okkur á hverra manna við erum, þá breytist allt. Og það fólk hérna inni, og ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur, sem kallað fyrir þessa tíma sem að við lifum á, sem hefur sérstaka köllun á sínu lífi. Halleluja. Ég finn að það rosalega mikið að gerast hjá Rúnari þess dagana. Það æðislegt. Rúnar, komdu þess fram. Ég ætla samt ekki að gefa honum mikrofónu út, þá bara tekur hann mikrofónin og talar í hálftíma viðbót. Nei, ég djóka. En mér finnst það æðislegt og þegar ég finna að Guð að kveiki í honum með alveg sérstökum hætti og mér langar til þess að við biðjum fyrir honum og ég ætla að biðja fyrir fleirum hérna í dag. Þegar ég finna að Guð að leysa úr læðingi eld. Og það þessi eldur sem að gera það verkum að slitna af okkur þessi bönd sem að, þið vitið, halda okkur tilbaka. Þessi ég ekki nóg eða ég á ekki minn stað, þú átt þinn stað. Það búið að segja það hér í dag, það búið að segja það í mörg ár. Guð segir það í orði sínu, þú átt þinn stað. Taktu þinn stað. Við langar til þess að við biðjum þetta fyrir Rúnari hér í dag og Jóhannu líka. Og það ég trúi því að Guð að fara að gera eitthvað mjög mikið. Við finna bara þegar Rúnar fer á staða, þá hringir hann 5 sinnum á dag og það svo mikið að gerast og ég elska það. Nei, mér finnst það æðislegt. Ég elska þegar fólk í eldi. Það kveikir í mér og það kveikir í öllu sem í kringu sig og vitið það við þurfum fólk í eldi. Guðmundur, getur þú komið og hjálpa mér að biðja? Jón Þór, getur þú komið líka og hjálpa mér að biðja? Halleluja. Takk. Beggi minn, getur þú komið og hjálpa mér að biðja? Halleluja. Karen. Guðbjörg. Halleluja. Mér langar til þess að bara að þessi eldur, hann verði viðvarandi, að hann slokni ekki og það sem að meira hann haldist ekki bara hér, heldur hann kveiki öllu því sem að þið eruð, öllu því sem að þið að gera, bara öllu í Jesú nafni. Halleluja, drottin, ég þakka þér fyrir köllun og ég þakka þér fyrir, drottin minn, þessa mögnuðu hluti, drottin minn, sem að þú ert að gera í lífi þeirra. Og drottin, ég þakka þér fyrir að þú sem hefur hafið góða verkið, þú ert að fullkomna, drottin, og þú ert að drottin að vinna á hverjum einasta degi. Kírabasía, Jesús, verði þinn vilji. Og drottin, það sem á að opnast, að það opnist. Harabashíak, það sem á að opnast, að það opnist. Það sem á að lokast, það lokist. Í Jesú nafni, í Jesú nafni. Amen, halleluja, í Jesú nafni. Hurabasi karabashíak, halleluja, halleluja, halleluja. Og ég að segja ykkur, það mun eitthvað gerist í gegnum lofgjörðuna. Í þessari kirkju, það eitthvað að fara að gerast. Og við fengum smjörþefinn á því í dag. Ég bara veit að Guð að fara að nota ykkur. Og bara allt sem heldur aftur á ykkur. Hvort sem að það eitthvað gamalt eða eitthvað ótti. Mér alveg sama hvað það það skal brotið á bak aftur. Í Jesú nafni. Og þetta verður viðvarandi. Viðvarandi. Hórabashikirabasía, halleluja. Viðvarandi kraftur. Í Jesú nafni. Hírabashikirabasía, Jesús, halleluja. Já. Ég sá bara magnaða sýn fyrir ykkur og ég bara tek nákvæmlega undir það sem sé bara að segja. Að það Guð að fara að gefa ykkur algjörlega nýja smörningu. Og ég man ekki alveg hvað það í Biblíun að það talaði að vatnið kom upp að ökla, það kom upp að hné, það kom upp í mitti og það var orðið sundvatn. Ég sé það hvernig þið leiðir lofgjörðina bara í sundvatni, heilags anda. Ekkert minna. Við viljum ekkert minna, við viljum allt. Og Guð horfir á þetta hjartalag og hann ætlar að gefa ykkur þetta. Halleluja, í Jesú nafni, í Jesú nafni. Og ég fann það svo vel þegar við vorum að syngja hérna lagið áðan, halleluja, það brotnuði múrar hér í dag af mörgum hér inni. Það bara brotnaði eitthvað bara út allan sal þar sem þurfti að brotna.
Þannig að Guð er að fara að setja svo magnaða smörningu yfir ykkur og hún hefur verið og hún áttur að margfaldast í Jesú nafni. Takk, Jesús. Svo sammála. Guðmundur er líka með eitthvað, ég sé það. Það sem kom til mín, þá er búið að koma áður, það er að Drottinn hafa eitthvað að nota sko, þig Rúnar og ykkur bæði, Jóna, ég sé að þú þroskast og vaxið alveg gríðarlega og Drottinn minn hefur gefið styrk, svona sem er andlegur styrkur, en hann hefur gefið þér Rúnar það að þú er með trúbós smurningu á hjartaðinu ásamt lofgjörunni og þér er gefið að ná til þér er gefið að ná til krakka og ungs fólks á Íslandi í gegnum smurningu, ekki bara sem sagt lofgjörðar, heldur trúbósmurningu sem út með á þér. Út að stíga út á það og ég sá að í sumar þá sá ég krakka, ungt fólk, hrífast að því sem hún var að segja og það sem hún var að gera í Jesú nafni. Og þetta er þjónusta sem þú ert og köllun á hjartaðinu. Þú ert með þetta, Drottinn setti þetta inn í eilíðinni, hann er að kalla þetta fram. Halleluja. Mér langar líka til þess að minna ykkur á. Hver og einn er með köllun Guðs og hún er ákveðin meira þess að áður en við fæðumst. Halleluja.